Nú ætla ég að fara yfir verkefni 4, það sem eftir af því. Það data flip-flopin eftir og JK flip-flop athugun í lok verkefnisins nummer 4. Við skulum skoða hvað við höfum gert hingað til. Það að kanna hvernig SR minnistáttur með NOR hliðum virkar, eða svo kallaði NOR minnistáttur eða NOR flip-flop, og hér sjáum við að það hátt gildi sem skiptir honum. Þannig að ef við setjum hátt gildi á set þá kveikjum við á útgangi Q, og ef við setjum hátt gildi á reset þá slökkum við á aðalútganginum Q. Og andhverfi útgangurinn alltaf með andhvert gildi eða andhverfa stöðu, nema þegar óæskileg staða. Og í þessu tilfelli þá hátt gildi á báða umganga óæskilegt, og því að útgangarnir verða þá báðir þvingaðir í lágt gildi, í 0. En síðan gerðum við líka þetta púlsalínurit og komumst að því að þegar að bæði S og R var í hárri stöðu eins og hér, að þá kom óæskileg staða fyrir á útgangi. Það að segja að bæði Q og Q0 voru með lágt gildi, og að það gengur ekki. Þeir verða alltaf að vera andhverfir ef að hægt að taka mark á minnisþættinum að öllu leyti. Nú, en síðan skoðum við minnisþáttinn með NAND hliðum, sem sagt NAND flip-flopin, og hann virkar talsvert öðruvísi vegna þess að þar það 0 sem skiptir honum, eða lágt gildi. Þegar setjum 0 á R-ið, þá slökkum við á aðalútganginum, og hvíldarstaðan hátt gildi. Ef við ætlum að kveikja á aðalútganginum, þá setjum við 0 á set, 0 á S-ið, og þá verður útgangurinn Q hár. Síðan man hann stöðuna og þá hvíldarstaðan hár á báðum. En síðan þegar við slökkum á aðalútganginum, þá setjum við 0 á reset hérna, og þá sloknar á aðalútgangi og andhverfi útgangurinn tekur andhverfa stöðu eða hátt gildi. Nú, hvíldarstaðan alltaf hár á báðum, en óæskileg staða þegar að báðir inngangar hafa lágt gildi, 0 á set og 0 á reset. Þá þvingast báðir útgangarnir í hátt gildi, sem óæskileg staða. Þeir eiga nefnilega alltaf að vera andhverfir. Nú, við gerðum líka púlsalínurit fyrir það, og það kom fyrir tvisvar sinnum óæskileg staða í því púlsalínuriti þegar að báðir inngangarnir voru með lágt gildi, og það gerðist hérna fyrst. Þá var S-ið í lágri stöðu og R-ið fór líka í lága stöðu. Síðan í millitíðinni fór S-ið aftur í hátt, í hvíldarstöðu, og kom svo aftur niður í lágt gildi, þannig að þá var R-ið líka í lágu gildi, og þá kom aftur fyrir óæskileg staða. En síðan lagaðist þetta þegar R-ið fór upp í hvíldarstöðu, hátt gildi, og þá var útgangurinn Q hár áfram, en Q0 varð 0. Þannig fórum við gegnum það púlsalínurit, en síðan prófuðum við að bæta við NOT virkni fyrir framan NAND flip-flopin. Þá fáum við eins virkni á innganga eins og við vorum með NOR flip-flopin. Þá það hátt gildi sem skiptir honum, og snúum við bara merkinu við. Þannig að til þess að kveikja á útganginum, þá setjum við S hátt gildi hérna, og þá útgangurinn hár, og reset var hátt hérna til þess að slökkva á hann. En óæskileg staðan öðru leyti
eins og á NAND flip-flopnum, að það er hátt á báðum útgangum þegar við setjum báða inngangana í háttgildi, bæði set og reset. Svo að þetta er eina frávikið frá NOR flip-flopnum er það að óæskileg staða á útgöngunum er allt önnur vegna þess að þetta er NAND flip-flop með neitunum. En núna ætlum við að skoða hvernig data flip-flopin virkar eða datalásin virkar. Hann er þannig að það kemur ekki fyrir nein óæskileg staða á honum. Við tengjum hann fyrst upp svona í Multisim og prófum hann og þá byrjum við á því að setja hérna í gang og við höfum þá D-innganginn fyrst í lággildi, hann er í lággildi hérna og þá er staðan þannig á útgangi að Q-ið, aðalútgangurinn, er lággildi en Q0 er andhverfur kveiktur. Svo að það er lagt í byrjun. Það sem að gerist fyrst er það að klukkupúlsinn sem tengist hérna inn á miðjuna, þetta KP þýðir klukkupúls, að hann verður hár hérna og aftur niður í 0 hérna, en það gerist engin breyting verður á útgangi. Síðan setjum við data innganginn háan hérna meðan að klukkupúlsinn er í lággildi og það gerist ekkert fyrr en að við hleypum stöðunni á D út á útgang þegar að klukkupúlsinn verður hár. Og það gerist hérna í línuritinu að þá verður klukkupúlsinn hár og þá breytist strax staðan á útgangi, Q-ið verður háttgildi, það er hérna, og við læsum þá þeirri stöðu út á útgangi með því að slökkva aftur á klukkupúlsinum. Þá fer hann í 0 hérna og þá helst staðan á útganginum hérna Q. Alveg þó að data inngangurinn breytist, hann fer aftur í 0, þá helst áfram Q-ið háttgildi. Og þar til að við setjum klukkupúlsinn aftur í háttgildi, þá tekur staða á útgangi þá stöðu sem að er á D. Þá færist 0 hérna út á útgang Q þegar við opnum hérna fyrir stöðuna með því að setja klukkupúlsinganginn í háttgildi. Þá kemur 0 hérna út á útgang leið og klukkupúlsinn verður hár. Það gerist hérna. Þá kemur 0 hérna á aðalútganginn og andhverfið fer aftur upp í háttgildi á móti. Síðan breytist staðan á D hérna, hún verður há og það færist beint út á útgang vegna þess að klukkupúlsinn er í hárri stöðu meðan að það er að gerast. Setjum D hátt og þá verður leið útgangurinn hár og það læsist síðan aftur sú staða á útgangi vegna þess að klukkupúlsinn hann fellur úr hágildi í lággildi hérna og þá þegar að D-ingangurinn fer í 0 þá helst ennþá háttgildi út á Q og það gerist í rauninni ekkert fyrr en að data ingangurinn breytist aftur hérna eftir að klukkupúlsinn er farin í háttgildi. En D-ingangurinn verður fyrst hár. Þetta nú við, ég þarf að laga þetta. Það verður fyrst hár hérna. Hér, svona. Og þá verður áfram hátt á útgangi. Síðan kemur klukkupúlsinn í háttgildi. Það gerist ekki neitt vegna þess að data ingangurinn er hár nú þegar. Þannig að það verður bara
Dataingangur var hár og klukkupúlsinn kom inn en dataingangur var ennþá hár. Þannig að það gerist ekki neitt. Það heldur bara áfram að vera hérna hátt gildi þar til að dataingangurinn breytist á meðan klukkupúlsinn er hár. Sér að klukkupúlsinn hann hleypir stöðunni á D beint út á útgang. Þegar D færist yfir í lágt gildi þá verður það hérna lágt gildi á útgangi vegna þess að klukkupúlsinn hleypir þeirri stöðu út hérna. Þá breytist staðan á D, við skoðum hérna, ef við setjum þetta í 0 D, þá verður Q strax 0 en Q0 fyrir hátt gildi. Og þá erum við búin með þetta púlsalínurrit. Það gerist ekki þó að klukkupúlsinn færi aftur hérna niður í lágt gildi. Það slokknar hérna, en þá verður áfram staðan Q er slögt en Q0 er hátt gildi. Þannig virkar data flip-flopin að sem sagt klukkupúlsinn hleypir stöðunni sem er inn á D út á útgang. Síðan er engin óæskileg staða. Andhverfi útgangurinn verður bara allan tíman andhverfur við aðalinganginn Q. Nú, þá skulum við skoða það sem eftir er af þessu verkefni. Það er að skoða JK flip-flopin sem að er þessi hér. Hann heitir 74F112N og við tengjum þessa 5 innganga á JK flip-flopin hérna við rofa og spennugjafinn tengist náttúrulega inn á rofana og svo höfum við þessi ljós á öllum inngangum, þetta próf og líka á báðum útgangum og prófum hvernig þetta breytist allt saman. Við setjum þennan flip-flop inn í Paint til þess að geta breytt fyllt inn í töfluna hérna eftir því hvernig breytingin verður og þá tökum við þetta yfir í Paint með snipping tool og setjum hérna nýtt svona og líklega náum við þessu þá hérna megin, svona sjá hér og þá getum við athuga hvernig þetta gengur. Nú þarf ég að slökkva hérna, það má ekki vera neitt annað í gangi þegar ég ætla að prófa hérna JK flip-flopin. Þá þarf ég að hafa slökkt á öllum hinum stöðunum. En nú ætlum við að setja í gang og ég þarf að hafa háttgildi á preset og clear en ég get skipt stöðunni með því að nota það. Ef ég set hérna, ég ætla að byrja með J og K í 0, það er 0 hér í töflunni, þannig að ég slökkva bæði J og K. Og ef ég ætla að breyta stöðunni hérna Q verði hérna lágt gildi og Q0 hátt, að þá get ég til dæmis sett R-ið hérna í lágt gildi, eða sem sagt clear hérna og þá skiptist staðan á útgangi þannig að hún verður sama og er hérna í töflunni. Q er með lágt gildi og Q0 hátt og það er slökkt á J og K, það er hérna og þannig að við erum alveg tilbúin til að skoða hvernig þessi virknitafla lítur út fyrir JK flip-flopin. Og þá byrjum við á því að gefa klukkupúls. Það þýðir það að setja háttgildi inn á klukkupúlsinn hérna og svo aftur láttgildi. Skoðum það, hérna kemur háttgildi og svo aftur láttgildi og aðtugum hefur eitthvað breyst á útgangi. Nei, hann er óbreyttur eftir þetta. Það sem ég ætla að gera hérna það er að stilla hér í Select á Transparent Selection til þess að ég geti tekið þessa stöðu hér og því hún verður óbreytt
fært hana, tekið copy-paste hérna og færið það út á töfluna eftir klukkupúls. Og þá ég með þetta allt saman rétt stillt og ég ætla að setja þetta aftur hérna megin. Þannig að næsta staða verður þannig að Q-ið sama, 0 og Q0 1 og ég ætla að setja háttgildi á K. Síðan gef ég klukkupúls. Já, býtum nú við. Ég þarf að gefa hérna, setja háttgildi á K-ið hérna og síðan gef ég klukkupúls og það verður engin breyting á þessu á stöðunni, þannig að þetta verður staðan eftir klukkupúlsinn, alveg óbreytt. Og síðan vel ég aftur multisim, þannig að ég breyti núna K-i í 0 og J verður háttgildi. Staðan 0 og 1 fyrir klukkupúls eins og hérna, þetta rétt. Þannig ég slekk á K-inu og kveiki á J-inu. Og nú gef ég klukkupúls, það verður háttgildi og svo aftur láttgildi og þá verður breyting að Q-ið fer í hátt og það slokknar á Q0. Svo að ég get tekið þessa stöðu hérna og fært hana yfir. Nú við sjáum þá að ef að háttgildir á J, það virðist valda því að við fáum breytingu á stöðu og útgangi, þannig að aðalútgangurinn verður hár og svo slokknar á Q0. Staðan fyrir klukkupúls 0, 1, en það nú ekki eins og hér, þannig að ég ætla að breyta þessu með R-inu aftur yfir í rétta stöðu. Svona, ég verð að setja hann aftur í háan, þannig að ég haldi honum ekki í þessari stöðu áfram. Og núna bæði J og K í hágildi, þannig að ég ætla að setja líka K í háttgildi og svo ætla ég að gefa klukkupúls. Staðan fyrir klukkupúls rétt, það slökkt á Q og Q0 kveikt, það passar. Q slökkt en Q0 kveikt. Og þá gef ég klukkupúls, það segja háttgildi inn á klukkupúlsinn og láttgildi aftur. Og þá skiptir hann sér, það verður hár á Q og lágt á Q0. Svo það verður þessi staða hérna aftur og síðan næsta tilfelli að staðan fyrir klukkupúls það hátt á Q eða svo staðan komin í núna, en nú ég með slökkt á bæði J og K, 0 og 0 hérna. Þannig ég slekk á J og K svona og þá gef ég klukkupúls. Það verður engin breyting og það þýðir það að ég fristi alveg stöðun á útganginum ef að J og K í 0. Þá þetta bara óbreytt staða sem verður á útgangi svona og það næsta sem að ég geri, það staðan eins en K-ið fer í háttgildi. Setja ég K hérna í háttgildi og síðan gef ég klukkupúls. Þannig að K-ið veldur því eftir klukkupúls að við slökkum á Q-inu en Q0 verður kveikt. Svo að þá næ ég þessa stöðu hérna til þess að sýna breytinguna og færi hérna hérna út í. En staðan fyrir klukkupúls ekki rétt, þá háttgildi á Q-inu, þannig að ég þarf að laga það aftur með preset. Hitti hérna á R-ið, sett það í láttgildi og svo aftur í hátt, þá ég búin að laga stöðuna fyrir klukkupúls. Nei, þetta var öfugt hjá mér. Ég þarf að setja presetina, settið í láttgildi til þess að breyta yfir í að Q-ið verði hátt og Q0 verði lágt. Núna staðan rétt fyrir klukkupúls og nú ætla ég að breyta, nú ekki lengur J, K-ið með háttgildi heldur J-ið og þá slekki ég á K-inu en kveiki á J-inu, svona það. Svo að J-ið kveikt, K-ið slökkt og nú gef ég klukkupúls og staðan verður óbreytt eftir klukkupúlsinn. Þannig að þá fæ ég sem sagt 1 og 0. Tek ég þessa stöðu hérna
og það verður bara óbreytt staða á útgangi, en það sáum við það að það varð breyting ef að jóðið varð hátt áðan þegar að staðan var 0 á Q og Q0 var hár, þá breyttist það yfir í þessu stöðu hér hátt á Q og Q0 var 0. Þannig að það er eðlilegt að þetta verði sama staðan, að jóðið hefur áhrif á það að Q-ið verði hátt. Og síðan skoðum við á hinn veginn gæti orðið þannig eins og við sáum hérna að í þessari stöðu hér þá breytti, ef að K-ið var háttgildi þá breytti það þessari stöðu hérna að það slokknaði á Q-inu og Q0 var háttgildi hérna. Þannig að jóð ræður því að Q-ið verði hátt og K ræður því að Q0 verði hátt. Þannig að eftir að við gefum klukkupúls. Og staðan er óbreytt fyrir klukkupúlsinn, Q er háttgildi og Q0 er 0. Og nú setjum við bæði jóð og K í háttgildi. Það vantar að setja þá K-ið í háttgildi núna. Og þá gefum við klukkupúls. Og þegar hann slokknar þá skiptir útgangurinn stöðu. Og þá tökum við þessa stöðu hérna, 0,1 verður staðan eftir klukkupúls þegar að bæði jóð og K eru inni. En það gerist nefnilega í hvert skipti sem að klukkupúlsi fellur að þá breytist staðan á útgangi. Ef að við gefum aftur klukkupúls þegar að bæði jóð og K er í hágildi, þá breytist staðan á útganginum í hvert skipti sem klukkupúlsinn fellur. Og þá getum við lýst virkni JK flip-flopsins þannig að ef að jóð og K eru í hágildi, þá verður breyting á stöðu útganga í hvert skipti sem að klukkupúlsinn breytist úr hágildi í lágtgildi. Svo ræður jóð, ef að jóð er háttgildi, þá kveikir það á Q-útganginum, eða ef að K er með háttgildi, þá slekkur það á Q-útganginum en Q0 verður hár. Þessi JK flip-flop er upplagður til að nota í teljararás og við getum raðað honum upp eins og 4 svona JK flip-flopum til þess að telja upp vegna þess að við getum talið upp í töluna 15 frá 0 þegar við erum með 4 svona JK flip-flopa og það skoðum við í verkefni 5. En þá hefum við lokið verkefni 4 og þá er bara eftir að skrá eitthvað í eftirmála.